að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næstu komið að því að tala Iceland Winter Games sem framfara hérna á Akureyri helgina og ég veit að stendur mikið til. Davíð, þetta aldeilis. Já, það nóg að gerast. Það nóg að gerast. En þið hafið aðeins þurft að fara að breyta fyrirkomulaginu vegna veðurs eða hvað? Jú, heldur betur maður. Það búið að vera það ásins manni viðbúið. Já, þetta Ísland, já, það er Þetta er Ísland og Akureyri sko. Já. Þannig að maður alveg viðbúið að fengjum eitthvað skítæður en já, það er aðeins búið að stríða okkur veðrið. Já. Og það bræðir þetta. Og hvað breytist? Já, væntanlega þegar við erum í þessu útsendingu þá er sem sagt fríski og brettadæmi Iceland Winter Games búið. Það átti að vera á laugardegi en við fluttum það á föstudag. Erum búin að reyna að auglýsa það eins og hægt er bara alls staðar. En veðurspá fyrir laugardag er alveg skelfileg. Þannig það var ekkert annað en stöðin en að flytja þetta. Og þar sem að við erum með rosa mikið erlendum gestum, þannig að það var ekkert annað en stöðin, það bara þarf að keyra þetta í gegn. Já, það er bara þannig. Já, og í rauninni er þetta kannski annað árið í röð sem við þurfum að færa okkur svona milli daga á svoleið, sko. Nákvæmlega. En við erum búin að vera byrjuðum 6:30 morgun upp í fjalli, sko, þannig að þetta er allt orðið rosa fínt, sko. Og hvað var að gerast þá? Þá erum við að keyra fríski, þessa erlendu kappa, og það er nú einn íslenskur held ég, og svo er bretta dæmi eftir það. Fríski, það er svona næstu því eins og brettasnillingarnir taka... Já, ég lýsi svo alltaf þannig að þess að ég er búin að saga brettið í sundur. Já. Það er upp báðmegin, farið í sundur og svo eru þeir að taka þessa krossa í loftinu og þeir eru náttúrulega svífa alveg gríðarlega, sko. Þetta er svaka flott sjó, sko. En í kvöld, það er Glerártorg. Kvöld er svo Glerártorg og þá erum við með prjónkeppnina. Þá erum við að mæta þessir helstu töffarar hérna sem að kunna prjóna vélslega. Og það er ekkert svona pínu, það er alvöru sko. Já. Og eftir það er sérst frá 8 til 9, frá 9 til 10 er high jump eða svona verið að stökkva á sleðum á ramp. Og það er bara fyrsta skipti sem það er gert. Og þarna verða svona ýmsar kynningar með, mikið tónlist og læti og allt að gerast bara sko. Þetta er frá sérst 8 til 10. Og ég veit að það er einmitt búið að setja upp svona brettagarð inni á Glerártorgi, þannig að guttarnir sem eru á brettum og svona, þeir geta komið að leika sér inni líka. Og opið til 10 á Glerártorgi. Þannig að þetta verður allt þarna fyrir framann og verður voða gaman sko. Okay. Og á morgun, eða sérst á laugardegi, þá er DC og GoPro mótið búið að flýta því til klukkan 3 inn á torgi. Og þar með bara allir þessi bretta krakkar koma og skrá sig bara á staðnum og taka þátt. Hvernig virkar það? Það er bara búið að búa til palla inn á torgi og þá eru krakkarnir bara að koma þar og eru að keppa og fara á reilinn og stökkva og allt þetta bara sko. Þetta er svona meira kannski fyrir bæjarbúa sem að nenni ekki við fjall. Já, það er svo rosalega flókið. Já, það er bara þannig. Og svo er náttúrulega vélslega spinnan. Við ætlum að reyna að halda henni á laugardagskvöldi klukkan 8, klukkan 6. Klukkan 6. Já, við ætlum að reyna, við viljum bara sjá hvernig veðrið er. Er bara spáð klikkuð verðið? Það er bara spáð voru á morgun, sko. Það er bara 10 stig hiti og 30 vindstig. Já, það er bara hárblásar á snjóinn. Já, já. Það er bong og blíða núna allavega. Það er æðislegt núna. Já. Gæti ekki verið betra. Nei. En klukkan 6 í dag held ég, eða 7, eða þú veist, þá á þetta eitthvað að fara. Hvernig er það að vera svona skipuleggjandi á svona stórum viðburði og þurfa einmitt að treysta á veðurguðina í þessu samhengi? Margra mánaða undirbúningsvinna við erlenda aðila og risa dagskrá og svo veistu ekkert hvað er að gerast þetta á norði hér að veraldar í mars. Það þýðir ekki að treysta á veðurguðina, sko. Nei. Þú veist, maður það bara að vera með plan 1, 2, 3, 4, alveg bara. Við erum komin rosalega afturlega í stafrófi, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að, við bjöggumst kannski frekar við að þurfa að fara í hináttina heldur en að flýta þessu skilur. Já. En ég meina, þetta er bara svona. Er þetta ekki búið að vera svolítið gaman? Jú. Þetta er búið að vera stundum að vera að rífa sér hárið skilur og... Já, ég sé það. Já. Nákvæmlega. Hinn skiptum ef maður að róa allar niður í kringu sig eða vera að róa mann sjálfur niður. Já, nákvæmlega. Þá er ég yfirleitt út af veðrinu skilur. Já. Svona 90% stillleika sko. Já. En þetta er bara svona. Svo náttúrulega maður er ég með eins og Vestlunarhelgina líka og svona, það er alltaf það sama þar sko. Já. Þú veist, maður lifir bara á einhverjum veðurfræðingum sko. En einhvers síður bara gaman og þetta er komið til að vera Iceland Winter Games. Já, ég vona það. Já. Við heldum svona meet and greet á Iceland Hotels í gærkvöldi. Já. Og þar Sigrún hótelstjóri var með skemmtilega gjörning þar. Hún kom upp og hélt ræðu og var með miða sem ástóð éljagangur.
og bað alla að segja éljagangur 3 svar, hrópa til þess að hrekja í burt þennan éljagang sem fylgir þessari helgi. Já. Þannig að við lögðum nafninu formlega þar. Já, kveiktuð í því bara. Já. Það var gaman að heyra útlendingar reyna að segja éljagangur. Heyrðu, frábært. Fólk getur þá náttúrulega fylgst með síðan dagskránni inn á bara visitakureyri.is eða Icelandic Winter Games og á Facebook og... Já, bara, það er sennilega best að fara inn á Icelandic Winter Games inn á leikarnir og þar farið bara viðburðardagatal bara alveg svakadæmi, sko. Og hvetja alla til að taka þátt. Já. Að gera. Takk Fullt af skemmtilegum ferðum líka. Allt að gerast. Takk fyrir komuna, Davíð. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.